Góðan daginn. Þá hefst 17. bæjarstjórnarfundur Árborgar kjörtímabilið 2022 til 26. Hann er haldinn miðvikudaginn 27. apríl 2023 hér í Grænumörk 5 á Selfossi. Ég vil byrja á því að biðjast afsökunar á 2 mínútna töf hér á byrjun fundarins. Bæjarfulltrúar voru að ræða hér málið rétt á undan og þurftu að ganga hér frá tilteknum atriðum. En mætt eru til fundarins sá sem hér stendur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Eymarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Rósa Sif Jónsdóttir, hún ritar hér fundargerð, en í upphafi langar mig að spyrja hvort að einhver hafi athugasemdir við boðaða fundargerð, boðaða dagskrá fundarins og boðun fundarins. Ef svo er ekki, þá lít ég á það sem athugasemdalaust. Og þá göngum við til dagskrár fundarins og það er fyrsta mál á dagskrá Árbakki. Augnablik. Já, það er komin hér fram tillaga varðandi fyrsta málið á dagskrá sem er Árbakki deiliskipulagsbreyting. Það vantar ein gögn inn í málið og forseti leggur til að málinu verði frestað til næsta bæjarstjórnarfundar og það eru bara nýjar upplýsingar sem hér voru að koma til mín, þannig að ég legg það til. Og ef ekki eru athugasemdir við það, eða ef við greiðum það atkvæði. Þeir sem eru því samþykkir að fresta málinu til næsta fundar, vinsast gefið merki. Þeir sem eru á móti. Það er samþykkt með 10 atkvæðum, 6 atkvæðum D-lista, 2 atkvæðum B-lista, 2 atkvæðum S-lista og fulltrúi A-lista situr hjá. Þá er komið að öðrum lið á dagskrá fundarins og það er Skógarflöt. Tillaga frá 5. fundi skipulagsnefndar frá 19. apríl liður 3. Skógarflöt 9. Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi 24. ágúst 2022 tillögu að breyting á deiliskipulagi fyrir lóðina Skógarflöt með númerið L203245. Breytingin felur í sér að stofnuð verði ný lóð 9A og skilgreindu byggingarreitur auk byggingarheimilda fyrir íbúðarhúsi allt að 300 fermetrar, bifreiða og vélageymslu allt að 250 fermetra og hesthúsi allt að 200 fermetra. Nýtingarhlutfalli að 0,15. Mesta þakað allt að 8 metrum, þakhalli 0,0 til 45 gráður. Tillagan var samþykkt í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og auglýst í samræmi við 41. grein sömu laga. Tillagan var auglýst í Fréttablaðinu, Lögbirtingablaði og dagskráni þann 31. ágúst 2022 með athugasemda fresti til 12. október 2022. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma. Umsagnir bárust frá Vegagerðinni, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands og Brunavörnum Árnessýslu. Skipulagsstofnun tók deiliskipulagstillögum til skoðunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga og gerir í bréfi dagsettu 21. nóvember 2022 athugasemdir við að birt verði auglýsingu breytt deiliskipulag í B-deild Stjórnartíðinda. Gerð er athugasemd við að staðsetning byggingarreits samræmist ekki ákvæðum skipulagsreglugerðar
grein 5.3 og 2.5 vegna fjarlægðar bygginga frá vegi. Þá talið óljóst hvort 0,5 hektara lóðir samræmist þágildandi aðalskipulagi Árborgar 2010 til 2030. Stofnunin minnir á að taka skuli athugasemdir stofnunarinnar til umræðu samkvæmt 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga. Skipulagsnefnd bendir á að núverandi hús á Skógarflöt 9 staðsett syðst í Bingareit og gerir breytingartillagan sem nú liggur fyrir til afgreiðslu nefndarinnar ráð fyrir að íbúðarhús verði syðst í Bingareit og útihús norðan við íbúðarhús, það nær vegi. Nefndin bendir á að fordæmi séu fyrir byggingum á svæðinu nær vegi en 100 metrum og bendir einnig á að í umsögn Vegagerðarinnar dagsettu 2.9.2022 ekki gerð athugasemd vegna fjarlægðar frá vegi, einungis vegna hávaðavarna. Vegna ábendinga Skipulagsstofnunar stærðir landsbyldu þá hefur verið gerð grein fyrir þeim undantekningatilfellum í aðalskipulagi Árborgar 2020 til 36 sem vísa til spildna sem eru undir 10 hektarar að stærð. Fyrir fundurum lögð fram lagfærð tillaga þar sem Bingareit og Skógarflöt 9 hefur verið skipt upp þannig 9a, þannig að íbúðarhús verði staðsett syðst og útihús í öðrum nyrst. Skipulagsnefnd samþykkti tillöguna og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli síðan skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til varðveislu, auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar og birta síðan auglýsingu í B-deild stjórnartíðinda. Svo mörg voru þau orð og ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig um þetta mál sem Skógarflöt, annað mál á dagskrá fundarins. Bragi Bjarnason D-lista hefur beðið málið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, bara svona rétt til að gefa Norðurljósið. Þetta mál hefur verið komið á dagskrá fyrir ári síðan fyrst en seinkaði afgreiðslu að því þar sem var verið að bíða eftir afgreiðslu aðalskipulagsins og núna þegar því var lokið þá hægt að keyra þetta í gegn. Þarna að ræða í rauninni samt eldra mál sem voru leyst núna í aðalskipulaginu því að þær landsbyldur sem eru búin til eru í rauninni undir þeim viðmiðum sem eru í gildandi aðalskipulagi sem tók gildi núna 9 ári en þar sem þetta mál var búið að vera í vinnslu áður þá rauninni tekið tillit í þessi aðalskipulagi að það verði hægt að klára þau lönd. Þannig að þess vegna leggur skipulagsnefnd til að við afgreiðum þetta mál svona og samþykkjum niðurstöðu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Nú ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða mál nr. 2 á dagskránni sem ég hér að framan nefndi og fór yfir með nokkuð ítarlegum hætti og það Skógarflöt í landi Byggðarholts. Þeir sem eru þessu samþykki vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það þriðja mál á dagskrá fundarins samkomulag Austurbyggð 2. Fyrir liggur minnisblað bæjarritara viðauka við samkomulag íbúða. Já, það Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista víkur af fundi og inn kemur varabæjarfulltrúi Þórhildur Dröfn Ingvadóttir D-lista. Þetta sem sagt þriðja máli á dagskrá samkomulag Austurbyggð 2. Fyrir liggur minnisblað bæjarritara viðauka við samkomulag íbúðabyggð í Austurbyggð 2. Í viðaukanum kveðið á að Fagraland ehf. Afsali til sveitarfélagsins byggingarlóðum í landi Dísastaða og að sveitarfélagi framhald af því gefi út lóðaleigusamninga til landeigenda vegna þeirra lóða. Fyrir liggur samkomulag Fagralands ehf. Og Selfossveitna tengingu við heitt vatn á umræddum lóðum fyrir allt að 77 íbúðir. Samhliða þinglýsingu á afsali verður kvöð þinglýst á umræddar lóðir að Fagraland ehf. Eða aðri leigutakar samkvæmt lóðaleigusamningi við sveitarfélagi geti ekki haft uppi kröfur og hendur sveitarfélaginu vegna framkvæmda þeirra sem Fagraland ehf. Hafa skuldbundið sig til að ljúka fyrr en lokaúttekt samkvæmt samningi dagsettum 9. september 2021 liggur fyrir. Með viðauka þessum verið að víkja frá 1. málsgrein samkomulags aðila dagsett 9. september 2021 að gengið skuli frá afsölum og yfirlýsingum eignaskipti til þinglýsingar þegar að Fagraland ehf. Hafa lokið framkvæmdum sínum og fengið lokaúttekt. Lagt til við bæjarstjórn að viðaukinn verði samþykktur og að bæjarritara verði síðan veitt heimild til að undirrita öll þau skjöl tengjast gjörningi þessum.
Ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig. Bragi Bjarnason, D-lista, hefur beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, að ræða sambærilegt samkomulag og hefur verið gert áður við uppbyggingu annarra einhverfa, þar sem að í grunnsamningnum í rauninni það gerð þessi krafa að menn klári í rauninni og það sé hver loka átakt á öllum götum og uppbyggingu hverfisins áður en að hægt er að gefa þetta bingaleyfi. En þarna hefur verið að veita undanþágu fyrir því gagnvart þessum fyrsta og hluta öðrum áfanga þarna og menn geti haldið áfram að byggja. Þessi samningur þarna samþykkti bæjarstjórn undanþágu fyrir í haust til að vera að byrja og það er tekið á því í þessu minnublað að þær lóðir koma inn í þetta samkomulag og síðan restin upp að þeim 77 íbúðum sem hann hefur í rauninni til umræða til að byggja núna áfram. Þannig að þetta er í rauninni sambærilegt við það sem er búið að vera að gera hér áður og því leggjum við til að þetta verði samþykkt. Takk fyrir. Takk fyrir, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Og ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þetta samkomulag. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá víkur varabæjarfulltrúi Þórhildur Dröfn Ingvadóttir D-lista af fundi og inn á fundin kemur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista. Og þá förum við í 4. lið á dagskrá fundarins. Skipulagsbreyting frá apríl 2023. Bæjarstjóri í samvinnu við bæjarritara og sviðsstjóri mannvirkja og umhverfissviðs upplýsir skipulagsbreytingu er snerta 2 svið, stjórnsýslusvið og mannvirkja og umhverfissvið. Bæjarstjóri í samvinnu bæjarritara og sviðsstjóra mannvirkja og umhverfissviðs upplýsir skipulagsbreytingu er snerta 2 svið, stjórnsýslusvið og mannvirkja og umhverfissvið. Breytingin er gerð sem hluti af hagræðingaraðgerðum sveitarfélagsins. Skipulagsbreytingin felst í því að færa skipulagsdeild af stjórnsýslusviði yfir á mannvirkja og umhverfissvið. Byggir tillagan á utanaðkomandi ráðgjöf þessa breytingu og er þá horft meðal annars til þess að skipulagsmálin eru nú þegar í sama húsnæði og mannvirkja og umhverfissvið. Með yfirfærslunni fæst aukin yfirsýn og tengsl þessara málaflokka. Þá verði einfaldar að vinna að náið stefnumótun landnýting og skipulag byggðar samhliða uppbyggingu innviða. Jafnframt fari vel á því að sviðsstjóri mannvirkja og umhverfissviðs hafi beina aðkomu að skipulags- og byggingarnefnd sveitarfélagsins. Með breytingunni geta einnig skapast tækifæri til þess að dreifa betur álagi og auka teymisvinnu starfsmanna og stjórnenda í málaflokkunum. Í kjölfar tilfærslu skipulagsdeildarinnar koma eftirfarandi breytingar til framkvæmda. Afgreiðsla austur við 67 verður opin frá 9 til 12 alla virka daga. Þá opna ég fyrir mælendaskrá þessa skipulagsbreytingu. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista hefur beðið um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur og gestir. Ég vildi koma upp undir þessum lið í rauninni til þess að koma inn á það að í þessari vinnu með KPMG þá fengum við í rauninni stjórnsýslu úttekt þar sem að var Róbert Ragnarsson sem er að vinna fyrir KPMG fór yfir þessa skipulagsbreytingu og með okkar sviðsstjórum og í rauninni kemur þessi breyting út úr þeirri vinnu og og í rauninni trúum því og treystum og auðvitað er þetta í hagræðingarskyni auðvitað og er partur af þessu pakka sem við erum að vinna að þarna sé verið að hagræða og er þetta unnið í fullu samstarfi við þessa sviðsstjóra sem kom að máli og eins og Kjartan kom inn á áðan það er að skapast tækifæri til að dreifa betur álagi og auka teymisvinnu og stjórnenda í málaflokknum. Þannig að ég vildi bara koma inn á það að þetta er eitt af því sem kom út úr þeirri úttekt. Takk. Já, þakka fyrir Fjóla. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessa skipulagsbreytingu? Við fórum hér yfir og ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessum breytingum samþykk vinsamlegast gefi merki.
Það er samþykkt samhljóða. Nú. Þá er komið að 5. lið á dagskrá fundarins og það er komið. Þetta er allt saman að gerast hér nánast í beinni útsendingu. Það er svona, það kemur nú villa við að sækja skjalið. Komið. Já, ég biðst afsökunar á þessum þessari töf sem hér er orðið. Þetta er nú ekki vanalegt hjá okkur, þetta gengur nú allt saman smurt og vel fyrir sig svona oftast, en þegar verið er að gera breytingar á hlutum fram undir það síðasta rétt fyrir fund og þá getur tekið smá tíma að koma öllu heim og saman. En þetta er 5. liðin á dagskrá, það er eftirlit með fjárhagsáætlun 2023 til 2026. Drög að aðgerðaráætlun í samræmi við 3. grein samkomulags innviðaráðherra og bæjarstjórnar sveitarfélagsins Árborgar fjárhagslegar aðgerðir og eftirlit á grundvelli 2. málsgreinar 83. greinar laga númer 138/2011. Og það eru hér fylgiskjöl með þessu máli og það er hér þessi aðgerðaráætlun brú til betri vegar og ég ætla að lesa hana hér yfir. Verkefnið brú til betri vegar er skipulagt og unnið í samræmi við viðurkennt verklag við stórar breytingar. Bæjarstjórn og stjórnendur sveitarfélagsins hafa unnið sameiginlega að því að greina fjármál og rekstur sveitarsjóðs og B-hlutafyrirtækja með aðstoð ytri ráðgjafa. Mikil vinna hefur farið fram og áhersla verið lögð á að tryggja sameiginlegan skilning á stöðunni sem og samstöðu kjörinna fulltrúa og stjórnenda markmið og nauðsynlegar aðgerðir. Íbúar hafa verið upplýstir stöðuna og gefið tækifæri til að tjá sín sjónarmið og leggja fram tillögur til úrbóta meðal annars á íbúafundi og á vefsíðunni Betri Árborg. Starfandi er stýrihópur æðstu stjórnenda sem hefur fundað reglulega á verkefnistímanum og mun fylgja markmiðum og aðgerðum eftir. Aðgerðaráætlun þessi er sett fram á grundvelli samkomulags fjárhagslegar aðgerðir og eftirlit á grundvelli 2. málsgreinar 83. greinar laga númer 138/2011 milli sveitarfélagsins Árborgar og innviðaráðherra dagsett 27. mars 2023. Aðgerðaráætlunin er lifandi skjal og munu stjórnendur sveitarfélagsins og kjörnir fulltrúar fylgjast reglulega með framgangi aðgerða og gera viðeigandi breytingar eftir því sem verkefninu vindur fram. Á þessari stundu er talsverð óvissa jafnt í starfsemi sveitarfélagsins og ytra efnahagsumhverfi. Unnið er að innleiðingu stjórnendamælaborðs og skilgreiningu lykilmælikvarða en ársfjórðungslega verður staðan metin og árangur kynntur fyrir bæjarráði og öðrum hagaðilum. Markmið bæjarstjórnar sveitarfélagsins Árborgar eru að sýna ábyrgð og raunsæi við stjórn fjármála. Allir stjórnendur og starfsmenn leita lausna og leggja sitt af mörkum til að draga úr kostnaði, auka skilvirkni og styrkja rekstrargrunn stofnana. Samhliða verður haldið áfram að grípa tækifæri til vaxtar og tekjuaukningar. Bæjarstjórn Árborgar hefur sett sér eftirfarandi markmið til að ná tökum á fjármálum sveitarfélagsins. 1. Auka framlegð rekstri og að jafnaði 500 milljónir króna árlega frá og með árinu 2023. Sett verða undirmarkmið útgjöld til málaflokka sem hlutfall af skatttekjum. Skuldaviðmið sveitarfélagsins verði komið undir 150% árið 2028. Til lengri tíma verði skuldaviðmið Árborgar ekki hærra en 120%. Launakostnaður lækki
úr 60% af skatttekjum árið 2022 í 56% af skatttekjum árið 2025. Seldar verða byggingarlóðir og eignir fyrir 800 milljónir króna á árinu 2023. Frá árinu 2024 gert ráð fyrir að selda verði eignir og byggingarlóðir fyrir 300 milljónir króna á ári. Fjárfest verði fyrir það bil 2 til 2,5 miljard króna til ársins 2025 til að ljúka fjárfestingu við meðal annars veitur og grunnskólan Stekkjarskóla. Frá árinu 2026 verði fjárfest fyrir 1,2 til 1,5 miljard króna árlega. Öll verkefni og þjónusta sveitarfélagsins sæta endurskoðun og forgangsraðað með það að markmiði að fjármál sveitarfélagsins Árborgar verði sjálfbær til framtíðar. Samþykktar aðgerðir á árinu 2023. Bæjarstjórn og stjórnendur hafa ákveðið breytingar á öllum sviðum og deildum sveitarfélagsins. En markmiðið að tryggja íbúum áframhaldandi lögbundna þjónustu. Helstu aðgerðir eru eftirfarandi. Aðgerðir til að auka tekjur eða selja eignir. Í samstarfi við ytri ráðgjafa er unnið að sölu fasteigna og lóða sem miða að því að hámarka verðmæti eignanna. Áætlað er að seldar verði eignir fyrir 800 milljónir króna á árinu 2023 og árlega 300 milljónir króna jafnaði til ársins 2028. Bæjarstjórn hefur til skoðunar rekstrarform B-hluta fyrirtækja sveitarfélagsins. Ákveðið hefur verið að hefja innheimtu þjónustugjalda við losun á jarðvegsti sem áætlað er að auki tekjur 30 milljónir króna árlega. Bæjarstjórn bindur vonir við að tillögur að breytingum á jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem eru til umsagnar í samráðsgátt komið sem fyrst til framkvæmda, enda eru það bæði sanngjarnar og nauðsynlegar. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2024 verði allar þjónustugjaldskrár yfirfarnar sem og álagningarhlutföll fasteignagjalda. Aðgerðir til að draga úr rekstrargjöldum. Gerðar hafa verið breytingar eða eru í undirbúningi á opnunartíma þjónustustofnana, svo sem leikskóla, sundlauga, bókasafns og gámasvæða. Upplýsingatæknideild hefur verið lögð niður og verkefnum útvistað. Unnið er að greiningu á frekari tækifærum til útvistunar og þjónustu svo sem á sviði leikskóla. Unnið er að sameiningu og tilfærslu á stofnunum til að nýta húsnæði sveitarfélagsins betur og gefa færi til sölu eigna. Mötuneyti verða sameinuð á árinu 2023. Laun bæjarfulltrúa, forseta bæjarstjórnar, formanns bæjarráðs og nefndarmanna hafa verið lækkuð 5%. Laun bæjarstjóra og sviðsstjóra hafa verið lækkuð 5%. Innleitt hafa verið samræmd viðmið við úthlutun rekstrarfjár til leik- og grunnskóla sem leitt hafa í ljós talsverð tækifæri til hagræðingar sem koma til framkvæmda við upphaf næsta skólaárs. Endurskoðun hefur farið fram á skipuriti, stjórnskipulagi og verklagi í miðlægri stjórnsýslu og unnið er að innleiðingu úrbóta tillagna, sem meðal annars felast í því að flytja verkefni milli sviða, sameina svið og auka samþættingu. Tímabundnum verkefnum sem teljast ekki til kjarnastarfsemi hefur verið hætt, svo sem á sviði lýðheilsumála. Unnið er að endurbótum fjárhagsferla sem miða að aukinni hagnýtingu upplýsingatækni, aukinni skilvirkni, tímanlegri upplýsingagjöf og markvissara eftirliti. Í þeirri vinnu verða viðbrögð við frávikum skilgreind. Dregið verður úr kostnaði við starfsmannamál svo sem við árshátíð og jólagjafir. Bæjarstjórn hyggst láta fara fram rýni á samstarfsverkefnum sem sveitarfélagið tekur þátt í, með það fyrir augum að auka skilvirkni og draga úr útgjöldum sveitarfélagsins Árborgar vegna þeirra. HL-ráðgjöf hefur verið falið að vinna að úttekt á kostum og göllum þess fyrir Árborg að halda áfram þátttöku í starfsemi Bergrisans og hvort áframhaldandi þáttaka sé til hagsbóta fyrir sveitarfélagið. Aðgerðir til að draga úr fjárfestingum. Gildandi fjárfestingaáætlun hefur verið endurskoðuð og verkefnum forgangsraðað þannig að aðeins verði gripið til brýnna fjárfestinga í innviðum. Fjárfestingaáætlun hefur verið lækkuð 3.200 milljónir króna frá gildandi fjárhagsáætlun fyrir árin 2023 til 2026. Endurfjármögnun lána.
Í samstarfi við ytri ráðgjafa og fjármálafyrirtæki er unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu sem miðar að því að tryggja sjóðstreymi sveitarfélagsins og draga úr greiðsluþunga næstu misseri. Áform fjármögnun á núverandi og fyrirsjáanlegri fjárþörf skilgreind. Yfirfara möguleika til endurfjármögnunar á núverandi lánum sveitarfélagsins. Í samræmi við aðgerðaráætlunina sagði sveitarfélagið Árborg upp ráðningarsamningu við 57 starfsmenn þann 18. apríl síðastliðinn. Leið voru gerðar breytingar á verkefnum, launakjörum og ráðningarhlutföllum 40 annarra starfsmanna til viðbótar. Unnið er að gera viðauka við gildandi fjárhagsáætlun til samræmis við ný markmið og aðgerðir. Jafnframt er unnið að langtíma fjárhagsáætlun til 10 ára í samstarfi við ytri ráðgjafa. Sú áætlun skapar grunn fyrir fjárhagsáætlunarvinnu ársins 2024 og komandi ára. Og svo fylgir hér skjal eða hvað við að kalla þetta, tabla sem er svona fjármögnunina og fjármögnunarþörfina og ég ætla ekki að fara að telja þar upp allar tölur en undir þetta ritar fyrir hönd sveitarfélagsins Árborgar Fjóla Steindóra Kristinsdóttir. Nú eftir þennan lestur í 5. lið á dagskrá fundarins og þá opna ég fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þessar fyrirætlanir sem þarna eru tilgreindar. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, D-listar. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir og aðrir tilheyrendur. Mig langar bara að ítreka það að vandi sveitarfélagsins er í rauninni þríþættur. Það er klárlega til staðar rekstrarvandi sem við höfum verið að taka á núna með þeim aðgerðum sem voru taldar upp hér áðan og hafa svo sem verið í gangi í svolítinn tíma. Sú rýni til hagræðingar mun halda áfram þó það sé augljóst að við munum ekki rétt af stöðu sveitarfélagsins með þeirri aðgerð einni saman. Það er alveg nokkuð ljóst að við teljum okkur ekki eiga mikið inni þar. Númer 2, það er skuldavandi, hann er augljós og eins og kom hérna á þá er greiðslubyrði lána þung. Skuldabyrðin okkar er stutt og þau eru að koma inn að miklum þunga inn í afborganir sveitarfélagsins og er það verulega íþykjandi. Eins og var talið upp hér áðan að þá erum við í vinnu þar sem mun skipta okkur gríðarlega miklu máli. Og númer 3 að það er lausafjárvandi til staðar. Veltu fyrir frá rekstri dugar ekki og markaður ytri aðstæður eru okkur ekki kannski hliðollar, ekki okkur frekar en öðrum og því þurfum við að horfa til þeirra þátta líka. Það er því alveg ljóst að við þurfum að vinna í öllum þessum þáttum en það sem er gott og jákvætt er að við erum einhuga á þessari vegferð og við höfum okkur til handa gríðarlega góða ráðgjöf og höfum verið að leita eftir þeirri ráðgjöf sem við þurfum á þeim sviðum sem þessir 3 þættir bera niður og erum við að vinna þetta áfram. Þetta er auðvitað ekki verkefni sem við getum snúið á 1 ári eða 2, þetta er langtíma verkefni og þess vegna erum við að vinna þessu 10 ára plani en það breytir því ekki að ytri aðstæður hafa breyst mjög hratt og ég ætla svo sem ekki að fara að tíunda það hversu óhagkvæmt það er að vera með verðtryggð lán og hversu hratt hlutirnir breytast að bara síðan að við hófum þessa vegferð sem í rauninni fór á stað í fyrra og komst svona á eitthvað skrið í lok sumars að bara síðan þá hafa hlutirnir breyst mjög hratt og til þess verra. En á sama tíma er búið að fara fram gríðarlega mikil og góð vinna og vil ég þakka starfsfólki, stjórnendum og sviðsstjórum fyrir það, hversu mikil vinna hefur farið í það að greina og rýna starfsemina á öllum sviðum og fara onni í saumana á hinum ýmsu málum og verið að leita allra leiða til hagræðingar og fyrir það er mjög þakklátt og vil þakka hér fyrir það enn og aftur starfsfólki fyrir þeirra vinnu og þeirra framlag til þessara greiningavinnu. Að þessu sögðu þá er þetta bara vegferð sem við erum á og við verðum að halda áfram að leita leiða leið og við þurfum að standa vörð okkar grunnþjónustu
og þá þjónustu sem okkur ber að veita og ég hef trú að við munum gera það og í rauninni vinna núna þessum 3 þáttum fullum fetum því að það er ljóst að við þurfum að líka að leita leiða til þess að létta greiðslubyrðina sem er okkur gríðarlega þung til framtíðar. Já, takk. Þakka þér fyrir. Fjóla, eru fleiri sem vilja tjá sig? Eftirlit með fjárhagsáætlun 2023-2026, 5. liður á dagskránni. Arnar Freyr Ólafsson, B-lista, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er í rauninni þættur vandinn sem við horfum fram á og það sem kannski er augljóslega tíunda, það er lausafjárvandinn og það er fjárhagsvandinn og svo erum við í miðri tiltekt og erum að í rauninni að fá á okkur svolítið erfiða umfjöllun í fjölmiðlum að sjálfsögðu, þannig að ég segi til viðbótar er ímyndarvandinn stór og við þurfum í rauninni að leggjast öll árarnar með það að vinda ofan af því vegna þess að eins og Fjóla benti á hér áðan að hér ríkir auðvitað einhugur þó svo að við þurfum ofta að ræða málin og reyna að koma sameiginlega niðurstöðu sem við gerum að þá höfum við borið til þess gæfu til að vera sammála að það er aðgerðir sem við erum ráðast í. En ég hef líka í rauninni tíundað oft og tíðum að við þurfum í rauninni að horfa til fjármögnunar vandans og lausafjárvandinn er eitthvað sem við þurfum virkilega að bregðast við. Og við höfum vissulega tólin í höndunum og við þurfum einfaldlega að leggja fram trúverðugar rekstrar áætlanir sem fjárfestar eru tilbúnir til þess að flykkja sér á bakvið og lána til sveitarfélagsins. Og það er aðalatriðið eins og staðan er núna að við setjum fram áætlanir sem að halda vatni, munu ná fram að ganga og ná okkur út úr þessum vanda sem við erum í, þar að segja þessum fjármagnsvanda. Og ég segi þá að bara við alla bæjarfulltrúa og alla íbúa bæjarins að við eigum náttúrulega allt undir fasteignina okkar, skólarnir, fyrirtækin sem að starfa á vegum sveitarfélagsins og innan sveitarfélagsins. Að við þurfum að passa upp á okkar ímynd og tala jákvætt út á við. Hér er gríðarlega mikið jákvætt í gangi. Hér er sterkt samfélag sem að við erum að byggja upp og höfum byggt upp afskaplega hratt. Þannig að ég legg það til að við bara tölum það að sveitarfélagið eigi í skammtíma vanda og til framtíðar erum við að horfa björt fram á veginn. Takk. Þakka þér fyrir, Arnar. Þá hefur Álfheiður Einarsdóttir álista. Kveðið sér ljós. Svöl. Takk fyrir, forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, kæru íbúar, gestir og aðrir sem eru að fylgjast með fundinum. Ég vildi bara taka undir með Fjólu. Þessi vinna hefur farið mjög faglega fram. Við erum með góða ráðgjafa okkur við hlið. Ég er bjartsýn á að við náum að rétta okkur af og koma okkur að réttan kjöl. Það er gott að búa í Árborg og Árborg er að verða stórborg. Og það er nú einn vandinn. En þannig að þetta er í raun og veru vaxtaverkir og svo er verðbólgan að stríða okkur, bara eins og öllum öðrum, ríkisstjórninni, fjölskyldum, heimilum, fyrirtækjum. Þannig að mér finnst þetta plagg sem við erum að fara að senda núna til eftirlitsnefndarinnar til algjörrar fyrirmyndar. Ég þakka fyrir frábært samstarf við bæði bæjarfulltrúa og starfsmenn bæjarins sem og utanaðkomandi ráðgjafa. Takk. Þakka þér fyrir, Álfheiður. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista, kveðið sér ljós.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og aðrir tilheyrendur. Já, við erum hér að ræða áætlunina, aðgerðaáætlunina sem að hefur verið unnin síðustu mánuði, vikur og mánuði í samstarfi allra bæjarfulltrúa og á öllum sviðum sveitarfélagsins. Það er í rauninni eins og aðrir hafa komið inn á hérna, samstarfi hefur verið nokkuð gott og í þessari vinnu og ber að þakka fyrir það og þakka fyrir framlag starfsmanna eins og aðrir hafa gert hérna. En það er auðvitað ekki akkurat þetta sem að svona okkur langar til að vera standi í, það er að segja að vinna með þann vanda sem sveitarfélagið er í þess dagana. Þessi vinna sem við erum búin að vera í, hún er auðvitað svona, maður vill nú heldur standa í einhverju jákvæðara heldur en akkurat þessu, en þetta er hluti af starfinu, þetta er hluti af þeirri vinnu sem að við höfum tekið á okkur og við ætlum okkur sannarlega að standa undir þeirri ábyrgð. En eins og kemur fram í þessari áætlun og eins og Kjartan las upp hérna áðan, þá er þetta svona misþungbær skref, misþungbært það sem er verið að fjalla um þarna. Það er auðvitað afar þungbært að þurfa að segja upp starfsfólki. Það er það allra erfiðasta í þessari áætlun og fyrir mig, mér finnst mér það alveg voðalegt og en það eru aðrir hlutir þarna sem eru kannski svona snerta nú ekki beinlínis kjör okkar, það er svona eins og að minnka opnunartíma í þjónustu stofnunum eins og sundlaugum og bókasöfnum og slíku, það samt sparar ótrúlega mikla peninga en er kannski ekki eitthvað sem að snertir lífsviðurværi fólks eins og að þegar það missir atvinnu sína. Þannig að misþungbært er þetta en ekkert af þessu er ánægjulegt og en þetta er nauðsynlegt, þessar aðgerðir sem við erum að fara í og svo er það auðvitað þannig að sjálfsögðu eins og margt hefur komið fram að ytra umhverfi á Íslandi í dag og búið að vera síðustu mánuði er auðvitað algjörlega ótækt vaxtaumhverfið og það er auðvitað bara ofboðslega erfitt fyrir sveitarfélagi í hraðri uppbyggingu og það er náttúrulega margt komið fram að sveitarfélagi sem fjölgar 30% á örfáum árum. Það er vaxtaverkirnir náttúrulega verða slíkir að þú býður ekkert með að byggja grunnskóla og leikskóla í svoleiðis árferði, það er alveg á hreinu. Og svo þegar að lánaumhverfið er eins og við búum við að þú ert sveitarfélagur að byggja upp grunn- og leikskóla sem eiga að duga í 80 ára eitthvað slíkt og lánin þú færð ekki árið sér lán en liggur við til 8 ára. Við myndum nú eitthvað segja að við ætlum að fara að byggja ykkur íbúðarhúsnæði og við fengjum lán í 8 ár fyrir því íbúðarhúsnæði. Við myndum náttúrulega aldrei fá það því að við stæðum ekki undir greiðslunum. Þannig að við auðvitað verðum að vona innilega að ytri aðstæður breytist á Íslandi og að þetta gangi hraðar fyrir sig heldur en já, kannski lítur út akkurat núna en að efnahagsumhverfi jafni sig hraðar heldur en spár gera ráð fyrir. Þannig að við komumst hraðar út úr þessu. En ég vil líka segja eins og taka undir með félögum mín hérna í bæjarstjórninni að við náttúrulega vitum það öll hérna inni að Árborg er gríðarlega gott samfélag og hérna vill fólk búa og við höfum verið að gera rétta hluti af því að hingað heldur fólk áfram að flytja. Þannig að við erum stolt af samfélaginu okkar og höldum áfram að byggja upp hér á jákvæðan hátt. Takk.
Þakka þér fyrir. Arna, þá er Bragi Bjarnason, D-lista, Veisiljós. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir í sal og aðrir tilheyrendur. Já, hér liggja fyrir drög að aðgerðaáætlun sem bæjarstjórn hefur unnið að í sameiningu undanfallna mánuði og að loknu verði að bæjarstjóra verði falið að klára og skila til innviðaráðuneytisins á næstu dögum. Þetta er síðan eins og kom fram lifandi skjal sem við vinnum áfram að og munum þurfa að uppbæra reglulega. En hluta af þeim aðgerðum sem margar hverjar eru mjög þungbærar eins og áður er komið fram og ég ætla ekki að fara að tvíta það eins og þurfa að segja upp starfsfólki. En eru komnar hérna fram og nú þegar komnar til framkvæmda, það skilar, eins og kemur fram í gögnunum, um 290 milljónum í hagræðingu á þessu ári og hátt í 700 á næsta ári. En mörg atriði eru í skoðun og greiningu sem geta bæði skilað okkur auknum tekjum eða lækkað útgjöld, en það verkefni er ekki leyst á stuttum tíma. Og þar aðgerðir koma þá til framkvæmda leið og hægt er. En þrátt fyrir erfiðar ytri aðstæður má ekki gleyma því að það er ótrúlega mikill áhugi á uppbyggingu, bæði atvinnureksturs og íbúða í samfélaginu og það viljum við nýta okkur eins og kostur er og innviðir okkar leyfa. Þetta þarf að ganga í takt. Þannig viljum við vinna og horfa til lengri tíma með það. Þannig ég vil, eins og það sem hefur komið aðra fram, þakka kærlega öllum bæjarfulltrúum, starfsmönnum og ráðgjöfum fyrir þeirra framlag og samstarf og áfram inn í þessa vegferð sem við erum að fara næstu mánuði og ár. Verkefninu er ekki lokið, en við getum hort björtum augum fram á veginn. Því þetta er verkefni sem við leysum í sameiningu, en það búum við í frábæru samfélagi eins og áður eru komið þetta fram og ég tek heilsugar undir það og það hefur alla burði til að byggjast upp áfram með skynsamlegum hætti. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Bragi. Ég get tekið undir það hér að það eru þetta þungbærast af öllu að þurfa að missa okkar fólk úr vinnu vegna þessar erfiðu stöðu sem við erum í, en það eru mörg skrefið þung í þessum aðgerðum. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Já, Ellý Tómasdóttir, B-lista, náði inn á 12 stundu. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Eins og við komum fram þá stöndum við frammi fyrir því að þurfa að taka erfiðar ákvarðanir. En eins og staðan er þá verðum við að sýna ábyrgð í framkvæmd. Bæjarstjórnin í heild sinni hefur unnið síðustu mánuði við endurskipulagningu á rekstri Árborgar og eins og hefur komið fram hefur samvinnan gengið vel hingað til og vona ég að hún geri það áfram. Nú hefur verið farið á stað með skipulagsbreytingar og aðhaldsaðgerðir og það er aldrei auðvelt að fara í gegnum slíka breytingar. Og mismunandi hvaða áhrif það hefur á líðan einstaklinga og einstakra hópa í samfélaginu okkar. Því er mikilvægt að við sýnum aðgát því bak við allt sem við gerum er fólkið okkar og þeirra hagsmunir sem við berum ábyrgð á að tryggja. Og ég tek undir með félögum mínum í bæjarstjórn að það er virkilega þungbært að þurfa að segja upp fólki. Þetta er langtíma verkefni og við erum með mikið af góðu fólki okkur innan handar og ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn og jákvæð því hér er svo sannarlega gott að búa. Takk. Takk fyrir þetta, Ellý. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Og ef svo er ekki, að þá göngum við til atkvæða þessa aðgerðar áætlun sem við kynntum hér að framan. Þeir sem eru henni samþykkir vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og það er bókun sem fylgir hér með þessu máli og hún hljóðar svona: lagt er til að bæjarstjóra verði falið að vinna málun áfram að áætluninni og að hún verði lögð fram til samþykkta bæjarstjórnar og aukafundi bæjarstjórnar 28. apríl næstkomandi, sem er nú bara eftir 2 daga. En þá er komið að 7. lið á dagskrá fundarins og það er fundartími bæjarstjórnar og bæjarráðs kjörtímabili 2022 til 26.
Og það er auðvitað bæjarfulltrúum fullkunnugt en það er 1. og 3. miðvikudagur í mánuði sem að við hittumst klukkan 16:00. En þetta hefur svona aðeins verið á flakki núna og undanförnum vikum og þetta vegna þeirra aðstæðna sem við erum í og það hefur verið boðað sem sagt til auka funda núna í bæjarstjórn á föstudaginn kemur, 28. apríl og síðan eins og framkom hjá fulltrúum, það var ekki KPMG heldur hérna, Pricewater sem er að fara yfir okkur, voru að kynna fyrir bæjarfulltrúum hér ársreikning áðan að þá er lagt til að seinni umræðan fari fram mánudaginn 15. maí. Seinni umræðan fjárhagsáætlunina sú fyrri verður þá á föstudaginn 28. apríl og seinni umræðan verður mánudaginn 15. maí. Og síðan hefðbundið í framhald af því, miðvikudaginn 24. maí, eins og prógrammið gerir ráð fyrir. Er einhver sem vilja tjá sig þessar vendingar, varðandi fundatíma bæjarstjórnar? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þeir sem eru þessum dagsetningum og fundarboðunum samþykkt með sér merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá förum við í fundargerðir og þær eru hér lagðar fram til kynningar og umræðum fyrir þá sem vilja tjá sig þær. Það er 7. liður á dagskránni, menningarnefnd, 1. fundur haldinn 29. mars síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig þann fund? Ef svo er ekki, þá förum við í 8. liðinn, það er ungmennaráð, 3. fundur haldinn 21. mars síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá förum við í 9. liðinn á dagskrá, það er skipulagsnefnd, 4. fundur haldinn 5. apríl síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig þann fund og þá fundagerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 10. lið á dagskránni, eigna- og veitunefnd, það er 15. fundur haldinn 25. apríl síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig hann? Ef svo er ekki, þá förum við í 11. lið á dagskrá fundarins sem er bæjarráð, 34. fundur haldinn 13. apríl síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, á 12. stundum, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir og aðrir tilheyrendur. Það því að hvað langaði að vera á jákvæðu nótunum, þá langaði mig bara að vekja athygli á einum lið undir bæjarráði, 34. fundi, það er erindi frá nemendum Vallaskóla, en Vallaskóli átti afmæli á dögunum og við af því tilefni var farið í svona vinnu þar sem að nemendur komu fram með hugmyndir sem þeir drógu svo saman í plagg sem þeir afhentu mér á afmælinu og við tókum fyrir í bæjarráði og langaði bara að vekja athygli á því hér á þessum fundi, þannig að þetta færi svona, kannski hvað maður að segja, alla leið og var þetta verulega vel unnið og vel til fundið. Takk. Þakka þér fyrir, Fjóla. Eru fleiri sem vilja tjá sig 11. liðinn á dagskránni, bæjarráð, 34. fund? Ef svo er ekki, þá förum við í 12. og síðasta lið fundarins sem er bæjarráð, 35. fundur haldinn 21. apríl síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig? Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, já, rétt bara svona stikklega yfir mál því að það er jákvætt sem vorum að taka fyrir auðvitað þar. Það var verið að gera verðfyrirspurn í bæði bankaþjónustu og tryggingar fyrir sveitarfélagið og fór bæjarráð yfir þau tilboð sem eru að sannarlega lækka kostnað sveitarfélagsins fyrir þessa lið. Þetta er náttúrulega reglubundið að það eru boðin út alls konar þjónustuþættir sem er jákvætt og svo sem hluti af þessum aðgerðum þarna tókum við samning fjármögnunar viðauka við samningin við KPMG þar sem við erum að fá aðstofið að vinna að fjármögnunin okkar á næstu vikur og mánuði og með leyfi forseta fæ ég að hoppa aðeins tilbaka því að eins og segir, maður vil nú þakka fyrir það sem vel er gert og það er ótrúlega jákvætt. Núna er nýlokið bæjarhátíðin okkar voru í Árborg, þetta er alltaf ákveðin vorboði kringu sumardaginn fyrsta. Skemmtileg dagskrá sem bæði skátafélagi stendur fyrir og svo sveitafélagi með svona litlum viðburðum út allt samfélagi og vel heppnað og gekk vel og langar að þakka öllum þeim sem komu að, bæði starfsmönnum og íbúum í samfélaginu sem
opnuðu í rauninni kannski dyr á sínu vinnustofum eða tóku þátt í dagskráni á einhvern þátt. Það er mjög jákvætt og kannski sérstaklega nefna Konubókastofu sem hélt upp á 10 ára afmæli sitt leið og með afmælisboð á sunnudeginu. Takk fyrir. Þakka fyrir. Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig? 12. liður á dagskránni. Ef svo er ekki, þá erum við búin að tæma dagskrá fundarins og ég minni bæjarfulltrúa á að rita rafrænt undir og í fundargerðar bók og þakka bara gott ljóð og góðan fund og segi fundið, já ég segi 17. fundi bæjarstjórnar Árborgar kjörtímabili 2022 til 26 slitið.